svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar eru 13 sveitarfélög með liðlega 29.000 íbúa sem eru 9% af íbúafjölda landsins. Á 50 dögum í vetur ætlum við að flakka svæðið og kynnast því sem það hefur upp á að bjóða. Í dag ætlum við að halda áfram frá því sem var horfið síðasta 50 dag og fræðast nýsköpun á svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar. Í Skútustaðahreppi við Mývatn hafa nokkrar stofnanir og einstaklingar tekið höndum saman og stofnað félag sem kallast Mýsköpun. Að Mýsköpun standa atvinnuþróunarfélag Þingeyinga, Háskólinn á Akureyri, landeigendur í Skútustaðahreppi og fjöldi einstaklinga. Dagbjört Bjarnadóttir, formaður félagsins, segir að sérstök áhersla sé lögð á að nýta afgangsvarma og auka fjölbreytni í sveitarfélaginu. Mýsköpun nýstofnað fyrirtæki hérna í Mývatnssveit. Ég byrja að vinna þar í júní. Reyndar hugmyndin svolítið eldri, hún byrjar seinnipart 2010 og þá var hugmyndin bara atvinnusköpun, nýsköpun, einhver atvinnuþróun, eitthvað nýtt á svæðið og hugmyndin þróast síðan yfir í að stofna þetta fyrirtæki, Mýsköpun, og að einbeita okkur svolítið af náttúrunni, orkunni í kring og vera svolítið frumleg, en svo þá voru fengnir aðilar til þess að bara koma með hugmyndir hvernig væri hægt að nýta náttúruna, og hann kom Hjörleifur Einarsson á Háskólanum á Akureyri og var bara með svolítið líftæknilegan fyrirlestur orku og nýtingu og slíkt, og það endaði á því að það var ákveðið að taka fyrir þörunga. Þá var hugmyndin sú að nota þörunginn, athuga hana framlega, hvort sem það lífdísel eða einhver lípíð eða fitusýrur eða einhver efni, við vitum það ekki ennþá vegna þess að við erum ennþá bara á grunnstigi, og reyna að búa til einhverja söluvæna vöru og nota orkuna í kring. Segðu okkur aðeins frá þessari aðstöðu sem við erum í núna. Já, þetta var gömul rannsóknastofa sem var partur á kísiliðinu, svo var henni lokað og hún búin að vera hérna óhreyfð síðan 2004, og þetta var besti kosturinn fyrir mig, rauninni kannski eini kosturinn fyrir mig að vera með rannsóknastofu hérna í Mývatnssveit, og það búið að vera svolítið í endurnýjun, en þetta búið að hafast og þetta orðið lítur út eins og rannsóknastofa og hægt að nota hana þannig, en svo fer það svolítið eftir verkefninu hvort að ég þurfi að bæta svolítið við. Ég hef búin að vera að kaupa tæki og svoleiðis, og svo kemur bara ljós hvað þetta verkefni, hvert það leiðir okkur. Þá þarf bara að sjá, ég þarf að kaupa þetta tæki að því ég að fara að gera. Það bara, já. Hvaða tæki búin að ertu með til dæmis? Þetta ekki örbylgjuofn? Nei, þetta ekki örbylgjuofn. Þetta samt og getur hitað í hann. Þetta hitaskápur. Þetta til þess að rækta þörungana sem fara þá yfir herbergishita, hvort sem 30, 40, 50, hann fer alveg upp í 200 gráður en ekki að fara að rækta neitt við það, en þetta hitaskápur og bara voðalega einfalt tæki Ég vonast til að finna einhvern súper þörung sem kannski einhver draumurar, en geta þá komið með einhver söluvanlega vörur. Þú sér það núna eins og rosalega mikil bóla núna, tískubóla,
Þú sér að það allstaðar hérna þessi snyrtivörur sem með þörungum. Það rosalega mikið út allt hérna á Íslandi og það vel hugsanlegt að gera það. Það alltaf gróðavann þar. En svo náttúrulega bara vildi ég kannski helst vera í svona lífdísilframleiðslu. Það var hugsanlegt að það getur við losnað við dísilinn að notað þörung til að búa til eldsneyti okkar. Mér finnst það svona mest spennandi en hugsanlega það kannski dýrasti kosturinn og mesta batterið sem þarf. En auðvitað getur maður alltaf látið sér dreyma. Og er það ekki verra að búa til eitthvað magnað úr þessu hérna líka í Mývatnssveit? Nei, það væri bara frábært og líka það að geta boðið heimafólki sem hafa þurft að fara í burtu í háskóla, fara í sérfræðimenntun, koma heim og geta unni við það sem það var að læra einhvers staðar, annars staðar. Það er líka stór plús. Og auka, atvinnumöguleikana á svæðinu, ekki bara ferðaþjónusta. Það getur tekið mörg ár þar til að þörungarnir sem hún Dagbjört vinnur nú með verða orðnir að söluvörum en kannski verða þær notaðir í snyrtivörur í framtíðinni. Það virðast margir horfa til þess að nýta íslenskt hráefni í snyrtivörur og fæðubótaefni en það er ótrúlega mikið fjármagn á því sviði. Á Siglufirði finnum við fyrirtæki sem hefur náð miklum árangri á þessu sviði og reyndar fleirum. Fyrirtækið Primex á Siglufirði var stofnað árið 1999. Upphaflega hugmyndin snýr að því hvernig mætti auka nýtingu á sjávarafurðum með því að nýta úrgang sem hráefni, auk þess að virða umhverfissjónarmið. Rækjuskel hafði árum saman verið hent í sjóinn og var ljóst að það gat ekki gengið til framtíðar. Þá erum við komin hingað í Primex á Siglufirði og við ætlum aðeins að fræðast þetta fyrirtæki sem að hlaut nýsköpunarverðlaunin árið 2012 sem nú töluvert afrek út af fyrir sig. Segðu okkur aðeins frá því, hvað gerir þið hjá Primex? Já, við hjá Primex við erum að framleiða lífvirkt efni sem trefjaefni og heitir Kitosan. Það hefur þann einstaka eiginleika að vera jákvætt hlaðið mólekúl á meðan til dæmis fitan sem við neytum úr fæðunni er neikvætt hlaðin og binst við auðveldlega við fituna og gerir það að verkum að þetta er eftirsótt sem fitubindandi megrunar efni auk þess að vera kólesteról lækkandi. Þannig að þetta er í grundvallaratriðum hérna við vorum aðeins að setja hérna á disk til þess að reyna að sjá þetta aðeins betur. Hérna meira sér erum við með bara rækju sem er hól. Þetta er í rauninni hvað? Efni sem kemur inn? Þarna erum við með bara rækjuskel sem kemur bara beint af kúnni. Já. Og úr rækjuskelinni þá framleiðum við Kitosan og rækjuskelin hún samanstendur af kítíni, kalki og próteini auk öðrum steinefnum og einnig litarefnum. Og það sem við gerum við einangrum kítíni frá. Úr kítíninu kítín eru raun og veru okkar hráefni, úr því framleiðum við svo Kitosan. Og Kitosan, það eins og ég sagði áður, það mjög eftirsótt efni í eins og fæðubótarefni og lausasölulyf. Það notað í snyrtivörur, sem íblöndunarefni í snyrtivörur og sárameðhöndlun ört verksandi markaður. Og svo erum við komin þegar þetta er orðið að dufti. Þetta er sem sagt malað Kitosan. Dufti eru selja síðan til aðila sem eru að framleiða sínar neytendavörur. Eins og til dæmis Herbalife, Now. Við erum að selja þetta í lausasölulyf og Matvælastofnun Evrópu hefur til dæmis gefið grænt ljós á að efni sé kólesterólækkandi og við erum einnig að selja þetta í snyrtivörur eins og til L'Oreal og Vella og svo, já, eins og ég sagði áðan sárameðhöndlunar marka því að efni sem sjálft það er alveg sérstaklega græðandi auk þess að hafa mikil blóðstorknandi áhrif.
Fyrirtækið var stofnað 1999 og með umhverfissjónarmið að leiðarljósi og að sjálfsögðu að gera efnið gera rækjuna að sjálfbærri atvinnugrein og síðan þá höfum við sameinast tveimur stórum kítósanframleiðendum eða öllu heldur keypt þeirra framleiðslu. Það er Primex í Noregi og Vanson í Bandaríkjunum og þegar við keyptum Vanson hlutan þá var inn í því sem sagt Lipposan vörumerkið sem er patenterað. Fyrir nokkrum árum þá fórum við út í það að vegna þeirra þekkingu sem við höfum aflað okkur með okkar erlendu viðskiptavinum, þá fórum við út í það að framleiða okkar eigin neytendavöru fyrir sárameðhöndlun. Og þar höfum við aðalega einblínt á dýramarkaðinn, höfum markaðsett þessa vöru bæði í Þýskalandi og hérna á Íslandi og það hefur bara gengið mjög vel. En varðandi að því koma aftur að megrunar hlutunum, náttúrulega leiðin til að léttast. Það er náttúrulega mjög spennandi. Þetta er vaxandi vandamál alveg í heiminum alveg. Já. Ég sá það hjá þér þegar ég var að lesa kynningu fyrirtækið að það væri líka verið að nota efnið til þess að aðstoða gæludýr við að grennast. Já, samhliða offitu vandamáli hjá okkur mannfólkinu í heiminum, þá erum kannski sérstaklega að einblína á Bandaríkin, þá hefur offita gæludýra vaxið líka jafnt og þétt. Og til gamans má geta að þá erum við búin að vera að vinna og þróa vöru með amerísku fyrirtæki sem er megrunarvara fyrir gæludýr og sérstaklega hunda og sú vara verður markaðsett í Bandaríkjunum bara núna í mars. Að lokum, þið fenguð þessi nýsköpunarverðlaun árið 2012, þetta fyrirtæki. Hvaða þýðingu hafði það fyrir ykkur að fá þá viðurkenningu? Það hafði í raun og veru bara mikla þýðingu og meiri þýðingu en við áttum von á og náttúrulega bara skemmtilegt fyrir okkur öll sem vinnum hjá Primex og sem ein heild að hljóta þessi verðlaun og auk þess höfum við geta nýtt okkur þessi verðlaun mjög vel í markaðssetningunni okkar erlendis. Þetta tekur langa tíma, miklu þolinmæði að vera í nýsköpun eða hvað? Þetta er þrautseigja og ástríða út í eitt. Það eru greinilega margir sem sjá fyrir sér tækifæri á fæðubótamarkaðnum þar sem íslenskt hráefni er nýtt. Á Húsavík styttist í að nýtt fyrirtæki hefji rekstur. Fyrirtækið kallast Hvannalindir en áætlað er að Hvannalindir muni framleiða vöru sem unnin er úr geithvönn. Segja má að hugmyndin sé fengin að handan. Já, það er nú styst frá því að segja að ég greindist með krabbamein fyrir 9 ára síðan og svona hugsan hvort það væri eitthvað annað hægt heldur en að fara í skurð eða geisla og fór til Miðils í Reykjavík og hann sagði þegar ég kom þar að Einar og Einarstöð væri mættur þar sem var frægur Miðil á sínum tíma og sagði það að ég væri á réttri leið, þá var ég fann að taka þessar töflur frá Saga Medica, Saga Pro-töflunar og þegar voraði þá skildi ég að fá mér hvönn og gera mér seið og það myndi hjálpa mér og það er búið að hjálpa mér í þessi rúm 9 ár. Já, þetta er nú áhugavert. Svona byrjun. Það var byrjunin og hvað tekur við þegar að þú færði hreinlega skilaboð á handan að fara í nýsköpun? Þá bara drífum maður í þó að það ekki gáfulegt kannski. Og hvaða skref tekur maður ef maður fær þessa hugmynd? Hvað gerist næst hjá þér? Já, það endaði með því að ég fór í það að byggja hús og drífa þetta áfram. Byggja hús undir starfsemi? Já. Og hver var hugmyndin? Það var að nýta geithvönn? Já, geithvönn. Hvernig er hún, hvers eðlis er hún? Hún er blómin hvít og... Já, blómin hvít. Hún er voðalega svipuð og ætihvönn en lyktar miklu verr og bragðast illa því hún er svo römm.
Já. Og hefur sáralítið eða ekkert verið notuð sem lækningajurt. En nóg af henni engu síður? Já, það er þess mikið af henni hér og víða Austurlandi mikið, já, Suðurlandi og Eyjafirði. Og fólk fagnar henni nú ekkert sérstaklega? Nei, menn hafa nú ekkert verið alltaf hrifnir á Hvannum. Nei. Sem hafa nú vaðið upp eftir að sauðkindinni fækkaði. En síðan tekur það hreinlega við að það fara nemendur að vinna, já, að hluta til í þessu verkefnu og þar kemur þú eiginlega til sögu. Já, við fengum styrk frá nýsköpunarsjóði námsmanna og ég byrjaði sumarið 2012, ég útskrifaði semst vorið áður úr Háskólanum á Akureyri og BS-gráðu í líftækni og ég hef verið síðan þá og þetta sumar voru svona aðeins að vinna einhverjum rannsóknum og sem endaði með skýrslu bara það sem við hefum verið að gera og já. Og þú hvernig liggja leiðir ykkar saman? Það var nú í gegnum kennara í háskólanum sem ég var að fara að flytja hingað og hún benti mér á þetta verkefni og mér fannst þetta bara rosalega spennandi og bara gaman í rauninni að ég hafi fengið vinnu mitt hæfi leið ég útskrifaðist hérna, að ég átti nú ekki von á því. En þú sjálfur, hvernig er líðaninn að þessi hugmynd sem þú færð þarna fyrir 9 árum eða send til þín, ég veit ekki hvernig þú orðað það, að hún sé að verða veruleika, hvernig tilfinning er það? Það er nú bara gaman ef maður getur hjálpað fólki. En hvernig eru viðbrögðin svona í kringu þig að fara út í þessa nýsköpun? Hvað segja Húsvíkingar þegar þið farið út í þetta? Ég held að finnst það nú ekkert gáfulegt. Nei. Ég hef mér heist það nú svona. Nei. En það kemur í ljós? En það skeður aldrei ef menn eru ekki bjartsýnir og gera eitthvað, þá skeður ekki neitt. Þrátt fyrir að mörg fyrirtæki verði til í kjölfar nýsköpunar, þá á nýsköpun sér líka oft stað innan starfandi fyrirtækja. Dæmi slíkt er RAF, rótgróið fyrirtæki á Akureyri sem stofnað var fyrir 30 árum. Upphaflega einbeitti RAF sér að raflögnum en með tímanum hefur það þróast og breyst töluvert. Fyrirtækið er stofnað af föður mínum, Árna Bergmann, og hann byrjaði bara sem rafverktaki, hefðbundin rafverktaki hérna í bænum og er að vinna í ýmsum störfum í kringum það bara, svona hefðbundin raflögn. En síðan þróast það að hann fer að framleiða svona hitastýringar fyrir hitakatla og annað og ýmsa sjálfvirkan búnað fyrir fiskvinnslur. Og þá fer þetta svona að þróast að við erum að fara meira út í sjálfvirkni og stýringar og annað heldur en fórum svona frá hefðbundin raflögnum þó að það hafi nú alltaf verið með, sko. En segðu okkur aðeins frá því að það hefur verið að nýta ykkur óson. Segir okkur bara aðeins frá ósoni svona til að byrja með? Já, óson er náttúruleg gastegund og óson fyrirfinnst í náttúrunni. Það myndast í náttúrunni hendi, til dæmis í þrumuveðrum, eldingum og svoleiðis. Þá klofnar súrefnisatómið með efnahvörfum. Þess að O2 klofnar niður í O og verður síðan bindst saman aftur í O3. Þannig að þá myndast óson sem er O3 og sem er þá bara 3 súrefnisfrumeindir. Og þær eru mjög óstöðugar. Óson er mjög óstöðug lofttegund og hvarfast mjög fljótt aftur. Og við notum þennan eiginleika ósons að vera óstöðugur og hvarfgjarn til þess að drepa bakteríur í lofti eða vatni og notum þá til að sótthreinsa vatn eða lyktarreiða úr lofti og þetta fór mest í byrja á því að við vorum að lyktarhreinsa hausaverksmiðjur og alls konar svona ólykt frá verksmiðju og síðan hefur þetta þróast að við fórum að nota til að hreinsa vatn og þá hefur við notað til að hreinsa fráveitur og við erum búin að vera að þróa búna í því að hreinsa fráveitur og annað. Og síðan hefur við haldið áfram með þessa þróun og erum núna með búna til þess að hreinsa drykkjarvatn, til dæmis þar sem menn eru að nota yfirborðsvatn og inn í neysluvatnslagnir, þannig til að hreinsa það. Og eins líka til dæmis sundlaugar, að reyna að losna við klórin, þá er ég núna einmitt að vinna í því að útbúa búnað og hanna hann til þess að hann uppfylli öll skilyrði til þess að hreinsa sundlaugar, þannig að þessi þetta losna mestu við klórin. Þannig að það er raunhæfur möguleiki að það verði klórlausar eða klórlitlar sundlaugar í framtíðinni? Já, markmiðið er að helst að losna alveg við klórin, en allavega við losnum við hann svo 90–95%. En stórt mál, það skólpkerfið okkar hérna á Íslandi. Ég hef nú aðeins kynnt mér það og maður verður eiginlega pínu hissa á því hvernig þau mál eru á sumu leyti að það séu
fljótandi kúkur við Íslandsstrendur. Já. Þið eru eitthvað að horfa til þessa hreinsibúna sem margir og mörg sveitarfélög tala náttúrulega að sé ansi dýr. Og hvað eru þið að brasa í þeim málum? Sko, við byrjuðum að hreinsa fráveitur kringum 2007-2008 eitthvað svoleiðis, ef maður rétt. Og þá vorum við fyrst og fremst að horfa til þess að nota ósonum til þess að drepa saurkoligerlamengun sem kemur frá Rotterdam. Þannig að það var svona fyrsta hugsunin, svo þarf að hreinsa meira. Þannig við erum búin að vera að þróa þennan búnað áfram. En kosturinn við að nota þennan ósonhreinsilausnir er að þær geta komið bara eftir hefðbundnu Rotterdam í staðinn fyrir siturlagnirnar, og það hefur oft þessar siturlagnir verið vandamál. Það er eftir að koma fyrir og stundum ekki hægt og landslagið býður ekki upp á það, og við þróum þennan búnað til þess að koma eftir, bæði til þess að það var hægt að spara, það þurfti ekki að vera að breyta hefðbundnu Rotterdam-kerfi, heldur bara að setja búnaðana eftir og reyna að ná kostnaði niður. Og kosturinn við þetta er síðan að við náttúrulega náum að hreinsa þessa saurkoligerla og erum núna búin að endur þróa búnaðinn til að hreinsa allt annað líka sem við þurfum að taka úr. En kosturinn við á ósoni er að þegar það er búið að vinna vinnuna sína, þá brotnar það bara niður í súrefni aftur. Þannig að þú hreinsar þarna allt óæskilegt í burtu og allt umfram óson breytist bara í súrefni aftur. Þannig að þú ert bara með tært vatn tilbaka. Og það sem við erum búin að vera að reyna að vinsa úr núna, erlendum rannsóknum og könnunum, að hanna og þróa búnað hér sem kostar ekki augun úr, en skilar því sem ná að skila til þess að uppfylla alla reglugerðir hreinsun á skolpi. Sko, við hefum Nýsköpunarmiðstöð hefur stutt við okkur fleiri en einu verkefni og hafa verið mjög hjálpsamir í okkur að koma okkur á fót, og síðan til dæmis í þessu ósonverkefni. Síðan núna bara á seinasta ári vorum við með styrk frá vaxtarsamningi EFR til að klára að þróa þessa ósonhreinsiþrói í það sem hann er núna, og teljum okkur að koma með mjög góða lausn núna. Það er bara víða hér á Íslandi að það er pottur brotinn í þessum málum, og það er svona mín löngun að koma þessum málum í lag og maður geti labbað landið á þess að sjá kúkan fljótandi hér í fjörum eða lækjum þar sem maður labba framhjá, og ég er full að trúa að við tökum okkur tak í þessu, og ég bara langar að leggja mitt á mörkum til að ná að hreinsa þetta á hagkvæman hátt á þess að það kosti augun úr, og það er mitt markmið í þessu. Næst liggur leiðin á Laugar í Reykjadal, en þar ætlum við að fræðast félag sem kallast Kjarni. Eitt er að verkefna sem Kjarni stendur að er að opna nytjasmiðju. Baldur Danielsson segir að þær geti áhugasamir leigt sér aðstöðu og þróað og framleitt matvörur í vottuðu umhverfi. Matarskemman sækir nú hugmyndina til þessi Matís hefur gert bæði á Höfn í Hornafirði og Flúðum, og það er að segja að útbúa aðstöðu á einu stað þar sem að framleiðendur hér í héraði og reyndar svona innan einhvers ákveðins radíus geta komist í aðstöðu þar sem að til þess gerða og vottaða og framleitt matvæli, aukið virðisauka framleiðslu sinnar með einum öðrum hætti. Þurfi ekki endilega hver og einn bóndi eða áhugasamur framleiðandi að koma sér upp aðstöðu heima hjá sér. Fengið inni, mætt með sína afurð og nota bara þann tíma sem hann þarf og farið út aftur. Og hugmyndin líka svo að þetta hentar fólki sem er með góða hugmynd, það ætlar að prófa, það veit ekki að þá er ég með markaðsvöru eða ekki, og til þess að þurfi ekki að ráðast í allan þennan stofnkostnað. Það er nefnilega meira máli en að segja það að koma á stað matvælaframleiðslu. Það eru mikla kröfur hlýtur að vera. Já, þær eru undansettar og við erum akkurat í þeim fasa núna að móta okkur við öll leyfi og skilyrði. Við ætlum svo sem hugum að því svo sem áður og teljum að það sé í góðu gengi, en við erum í þessum leyfisfasa umsóknarferli akkurat núna. Og hvaða vörur væri nú hægt að fara sem gætu farið þetta í gegn? Sko, raun og veru bara allt milli himins og jarðar ef þess vegna, sko. Við erum að tala um að hér er fólk verið að vinna með bæði kjötafurðir, þegar mann er þekkt pylsugerð í ýmsu tagi. Nú fólk er að rækta hérna bæði ýmislegt, bæði það er að framleiða krydd og svo vinna afurðir bæði ávaxta og ríkinu og grænmeti. Því til viðbótar við störfum í nánu samvinnu við bæði Matís og svo Háskólann Akureyri, að þá er hugmyndin að þetta verði í gangi líka rannsóknarverkefni
og við erum þegar komið með sko, fjármagn og styrki til að starta 2 og rannsóknarverkefnum. Og annars vegar felst í það að nota heitt vatn sem orkugjafa við frostþurrkun matvæla. Það verið að frostþurrka matvæli en í öllum tilvikum er rafmagn aðal orkugjafi. Við erum á mörgum stöðum heitt vatn sem er nýtanlegt. Þannig að við erum að fara á stað með verkefni sem að gera okkur vonandi kleift að komast að því hvort að hægt sé að nýta það. Og ekki nóg með það heldur húsnæðið nýtist til fleiri hluta? Já, og af því að við höfum rúmt húsnæði þá erum við í samstarfi við þekkingarnet Þingeyinga og hér er aðstæða fyrir þá sem stunda háskólanám í fjarnámi og hér hafa aðstöðu stúdentar og læra að vinna og taka sín próf hérna. Og svo ekki vinna hérna 2-3 aðilar í Héraðsfréttablaðið okkar Þingeyinga er sett upp hér og unnið hérna og auk þess sem að kerfisfræðingur sem að vinnur öllu jöfnu á Akureyri hefur hér aðstöðu þegar Víkurskarðið er eins og það stundum vil verða, bara ófært. Þannig að hérna koma allir saman allt frá því að vera fornleifafræðingar, áhugamenn, tæknimenn, blaðamenn og sameinast undir einum hatti og þetta virkar allt saman. Já, og fyrir vikið þetta verður svona smá, við trúum því að verður úr þessu smá dýnamík því að heldur en að sitja hver í sínu horni og puðast að bara þegar fólk kemur saman, við erum nú stofnið til félagsverður og ég held að við njótum góðs af þessu svona einn annan hátt og þetta smita pínlítið út frá sér og við finnum það bara að það er svona bankað upp á með svona hugmyndir að hinum að þessum verkefnum og það er svona oftar en ekki, þá plompaðu, rataðu hingað inn og fara svo sum í ferli og önnur ekki reyndar eins og gengur að gerist en já, við trúum að þetta sé komið til að vera og njótum góðs af bara og samfélagi sem heild. Í næsta þætti á flakki okkar frá Siglufirði til Bakkafjarðar ætlum við að kynna okkur opinbera þjónustu á svæðinu. Á flakki á 50 klukkan 18:30. Þangað fara börnin í rútu á hverju morgni, hvort sem þau eru 1 árs eða 14 ára eða 15 ára og eins neðan úr Kelduhverfi. Það er allt sameinað þarna í einn skóla núna undir einn hatt.